Umræða uppbyggingu íþróttamannvirkja í Grafarholti Úlfarsárdal. Og málshefjandi í þeirri umræðu Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, forseti, góður borgarfulltrúar, nú ætla ég að venda minni kvæði í kross og tala íþróttamál. Og ég var nú líka síðast dagskrá. En neini, hér borgarfulltrúar góðir, hér erum við að fjalla uppbyggingu íþróttamannvirkja í Grafarholti Úlfarsárdal sem auðvitað snýst samninga og samskipti við íþróttafélög en bara líka stórt mál varðandi uppbyggingu í dalnum sem við rætt töluvert á þessum fundi. Nú, ég verð að segja það að mér finnst það sorglegt hvernig meirihlutinn hér í borgarstjórn hefur hagað sér í þessu máli. Eins og ég kom aðeins inn á áðan, þá má rekja þennan samning nokkuð langt aftur í tíman og sem sagt borgarir yfirleitt báðu fram að koma í dalinn og halda þar uppi íþróttastarfi. Það var talið æskilegt að fá gróið íþróttafélag í borgin með alla sína sem væri með tilbúna innviði til þess að byggja á starfi í nýju hverfi í staðinn fyrir að stofna nýtt félag. Og svo jafnvel eins og var gert að fylkið var búin að taka við íþróttastarfi í Grafarholti og hvarf frá því þegar fram kom. Og það verður að segjast eins og að þetta orðið svolítið löng og sorgleg saga. Og þeir sem bíða kannski mest tjón fólki sem býr í viðkomandi hverfi, börnin og unglingarnir sem ættu að njóta þar öflugs íþróttastarfs. Það öflugt íþróttastarf en mannvirkin ekki fullnægjandi, við vildum sjá þau betri. Og það eru ýmsar ástæður sem hafa orðið til þess að tefja málið. Þarna má segja að hafi verið, þarna sé miðað við samkomulag frá 2004-2005, síðan samning frá 2008 og annar samning 2011, þannig að þetta orðin ein stór flækja. Og ég vona einhvern veginn að málið þurfi ekki að fara lengra í einhvern málarekstur eða gerðardóm eða hvað sem talað því að ég held að það verður erfitt að greiða úr þessari flækju. Og von okkar sjálfstæðismanna svo að borgin ljúki sem fyrst samningsgerðinni við íþróttafélagið sem þarna í gildi. Svo unnt sé að halda áfram þessum framkvæmdum því það eru löngu tíma bærar. Og við teljum líka rétt að þær framkvæmdir verði í samræmi við þau fyrirheitum íbúafjölda sem félaginu voru gefin þegar að framkvæmdir hófust við íþróttasvæðið þarna í Grafarholti Úlfarsárdal árið 2008. Það verður að segjast eins og að Grafarholt var ekki skipulagt nógu vel með tilliti til íþrótta og sennilega fyrsta hverfi sem R-listinn þáverandi var skipulagt frá grunni undir stjórn R-listans og það var alveg ljóst þegar hverfið byrjaði að byggjast upp að það hefði ekki verið hugað nógu mikið að íþróttum og hreyfingum barna og unglinga þarna í hverfinu. Þannig að menn þurftu svona svolítið að redda því eftir á, meðal annars með því að taka svæði í Leirdal í notkun 2006 eða 2007 en svo var lausnin kannski svona fundin að búa til glæsilegt íþróttasvæði þarna á milli hverfanna í Úlfarsárdal. Og þegar að þessi samningur var gerður þá var miðað við ákveðin íbúafjölda hérna í dalnum og ég man ekki nákvæmlega tölum þetta uppara á áætlunni hafi gert ráð fyrir því að þess að það skipulagt fyrst að rauninni á valdatíma R-listans Úlfarsárdalurinn eða Grafarholt Úlfarsárdalur að gert ráð fyrir að þar því hverfi geti þá verið samtals eitthvað í kringum 30.000 manns, ekkert smá hverfi, en það síðan minnkað, það sem þetta valdatíma Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 2006-10 þá var þetta minnkað að beiðni íbúa í sátt við íbúa og í sátt við Fram en íþróttafélag hverfisins en sem félst á þessar breytingar en tók það jafnframt fram á sama tíma að íþróttafélagi geti ekki sér fyrir sér að það yrði fækkað enn frekar í hverfinu og þá væri það bara eiginlega ekki sjálfbært varðandi íþróttastarfi eða það yrði þá erfitt að reka íþróttastarf með þeim hætti sem þeir hefðu hugsað sér. Og
Íbúar þessara hverfa hafa sýnt borginni og mjög mikið samstarfsvilja og langlunda geð vegna þessar seinkunar sem hefur orðið. Og seinkunin var þetta fyrst og fremst vegna efnahagsáfalla í þjóðfélaginu á sínum tíma. Það fór allt nánast í hægagangi eða nánast stopp á tímabili og það var ljóst að borgin varð að fresta öllum þeim framkvæmdum sem hún gat á tímabili. En við sjálfstæðismenn við sáum það alltaf fyrir okkur að það er staðið við það samkomulag að það eru minnst kosti 15.000 manns í þessu hverfi og við teljum að metnaðarfull uppbygging í íþróttamálum þarna í Úlfarsárdalnum, íþróttamannvirkjum muni leiða til þéttingar byggðar í hverfinu sem er jákvæð í sjálfu sér. Hlýtur að mega þetta hverfi eins og önnur í borginni. En síðan kemur það eins og reiðarslag fyrir íbúan og fyrir íþróttafélagið að meirihlutinni borgarstjórn hann ákveður þarna í desember minni mig 2012 held ég, þá lesa íbúarnir það bara á forsíðu Fréttablaðsins að það standi til að breyta forsendum hana og draga úr íbúabyggð í Úlfarsárdal frá því sem var ákveðið. Og slík aðgerð í sjálfu sér, hún rýrir mjög möguleika rekstraraðila í því að veita öfluga þjónustu í hverfinu og það á ekki síst við íþrótta- og æskulýðsstarf. Þess vegna vonumst við sjálfstæðismenn til þess að málið verði núna endurskoðað. Ég tek fram að ég er ekki samninganefnd borgarinnar gagnvart íþróttafélaginu fram. Þau mál þekkir borgarstjóri auðvitað betur en ég. En það er von mín og von okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að borgin geri það sem hún getur til þess að efna samkomulagið og ég hef meðal annars heyrt að sjónarmið að það sé erfitt að efna það með öllum hætti vegna þess að hverfi verði ekki nógu fjölmennt til að standa undir í, en þá segjum við, þá er þetta bara ákveðin lausn. Ég ætla ekki að segja þessi lausn allra lausna og það er ekki eina lausnin sem við sjáum fyrir okkur á húsnæðismálum borginni, það er ein lausnin að fjölga verulega í þessu hverfi, þannig að staðið við gamalt samkomulag gagnvart íbúunum og ef svo er þá kvíði ég ekki nýtingunni á þeim íþróttamannvirkjum sem þarna munu koma í dalinn. Þannig að ég vonast til þess og þetta er eitt af því sem íþróttafélag hefur lagt áherslu á að verði staðið við af hálfu borgarinnar og til þess þarf að endurskoða skipulagið í Úlfarsárdal einu sinni enn og fjölga íbúum með það að markmiði að þar skapist góð skilyrði til að reka blómlegt íþróttafélagsstarf og gera þessi hverfi sjálfbær hvað varðar fjölbreytilega þjónustu. Þannig að svona sjáum við þetta fyrir okkur. Við sjáum að það er mikil íþróttaþátttaka í þessu hverfi. Hún er með því mesta sem gerist í borginni. Þau íþróttamannvirki sem þannig komin eru mjög vel nýtt. En betur má ef duga skal og ég hygg að sé þannig að vilji sé allt sem þarf hjá meirihlutanum til þess að lenda þessu máli farsællega fyrir alla aðila. Reykjavíkurborg, íbúana í þessum fjölmennu hverfum og þar sem fer stöðugt fjölgandi og svo íþróttafélagi líka. Þá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir að þetta mál sé hér tekið upp. Þar að vonum, það hefur verið mjög lengi í undirbúningi og á eins og rakið var rætur að rekja til gamalla samninga sem gerðir voru fyrir hrun og ekki tókst að efna eftir hrun. Það var endursamið við félagið bráðabirgðaaðgerðir í upphafi síðasta kjörtímabils og það hefur verið varið af hálfu borgarinnar 600 milljónum til uppbyggingar íþróttamannvirkja í Úlfarsárdal og Grafarholti, auk íþróttahúsanna við Ingólfsskóla og Sæmundarskóla sem líka hafa verið notaðar til æfinga. Það var fjallað hverfið af því að það var hér nefnt í samhengi við íþróttamál í aðalskipulagi Reykjavíkur og grundvelli greiningar á því hvað umferðin þyldi, hvað verður best fyrir umhverfi, hvað verður best fyrir heilsu fólks í borginni. Og aðalskipulagið gerir ráð fyrir þess að minna hverfi í Úlfarsárdal heldur en áður hafði verið fyrir gert og það var stutt með atkvæðum allra flokka. Sjálfstæðisflokkurinn að vísu klofnaði málinu og borgarfulltrúinn sem hér flutti ræðu gat ekki stutt aðalskipulagið
ekki frekar en Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi sem var hér meðal okkar þá. En það er rétt að halda því til haga að þetta er eitt af því sem að forsvarsmenn Fram tóku upp í viðræðum og sendu sérstakt erindi sem var lagt fyrir borgarráð í lok árs 2015 og þeir fengu býsna skýrt svar. Svarið var það að þetta væru vissulega breyttar forsendur en að félagið þyrfti að taka afstöðu til þess hvort að það vildi halda sig við upprunaleg plön út frá þeim breyttu forsendum vegna þess að undir í þessu máli er gríðarlega margt, meðal annars hvað Miklubrautin þolir á álagstíma mótnanna og seinnipartinn, hver umhverfissýn borgarinnar er og svo framvegis. Og það er að sjálfsögðu ekki rétt að íbúar hafi lesið það bara í einhverjum blöðum, heldur var þetta eitt af stóru atriðunum sem að tekið var fyrir við mótun aðalskipulags og var kynnt bæði á sérstökum fundum í hverfunum, þar á meðal þessu hverfi og síðan í auglýstri tillögu og þar fram eftir götunum. Það sem að íbúar lásu í blöðunum var hins vegar tíðindin sem urðu við gerð fjárhagsáætlunar í lok árs 2013, ég held að það sé rétt muni á borgarfulltrúnum, þar að segja að það ætti ekki bara að vera íþróttamannvirki og skóla, þarna heldur líka sundlaug og menningarmiðstöð. Þetta er raun glæsilega konsept sem að síðan fór inn í hönnunar- og skipulagssamkeppni í samvinnu við Íþróttafélagið Fram. Þetta er allt saman rakið í mjög greinargóðu minnisblaði sem að samninganefnd borgarinnar hefur tekið saman og var lagt fyrir borgarráð og ég hvet borgarfulltrúa til þess að kynna sér. Við stöndum núna á tímapunkti þegar við hefðum að öllu eðlilegu átt að vera fyrir löngu síðan byrjuðu framkvæmdir við þetta íþróttasvæði. En það hefur tekið mjög langan tíma að ná þessu saman og eftir því sem skilst þá er bara ekkert víst hver afstaða félagsins verður. Það hefur sendt okkur erindi og talað að vísa málunni inn í ferli sem væri í raun framhaldsmáls, í raun gerðardómur, þar sem nýir aðilar kemur að málinu sem myndi kynna sér það. Og þá myndi þeir væntanlega kynna sér það eins og dregið fram hér að í samningnum frá 2008 var talað að hámarksfjárhæð sem til íþróttauppbyggingar ætti að fara í Úlfarsárdal væru 2,7 milljarðar á grundvelli samningsins. Uppreiknað eru það 4 milljarðar og 20 milljónir miðað við verðlag dagsins í dag. Það sem að boðið hefur verið fram af hálfu borgarinnar er 600 milljónum betur en þetta. Þannig að áhættan sem framtekur væntanlega með því að ef að félagið vil setja þetta í þennan farveg er að þá þarf að koma hönnun og mannvirkjum fyrir innan þeirra fjárhæðar sem var hámarksfjárhæð 2008 eða hvað. Það er mörgum þannig spurningum ósvarað, þannig ég tek undir með borgarfulltrúunum að það væri langbest að lenda þessu farsællega. Þetta hefur verið unnið ítarlega og lengi og lengst af í mjög góðri samvinnu við forsvarsmenn félagsins. Það hafa auðvitað orðið mannaskipti í félaginu eins og kannski er eðlilegt með við hversu langan tíma þetta hefur tekið, en það var legið fyrir drög sem hafa gengið milli aðila undanfarna mánuði og eftir því sem að mér sýnist ætti að geta verið grundvöllur fyrir sátt í málinu, en það er greinilega fleiri en ein skoðun uppi á því. Ég ætla kannski ekki að rekja í neinum smáatriðum hér þetta öðru leyti en því að undirstrika að hér er verið að bjóða fyrsta flokks aðstöðu, fyrsta flokks umgjörð og innviði fyrir barna- og unglingastarf í Grafarholti og Úlfarsárdal.
Hér verið að teygja sig meir en hálfum milljarði umfram hámarksfjárhæðina í samningnum frá 2008 sem ýmsum þótti nú samt nóg og þó ótalið íþróttahúsin í Grafarholti og Úlfarsárdal. Það sem þarf að vera þetta bara skýrt hvort að félagið vill nýta sér ákvæði sem algjörlega skýrt að ef forsendubbreytingar hvað skipulagið varðar og þetta kveðið á í samningnum þá getur félagið gengið út úr samningnum og það tryggt að það verði jafnri stöðu við það sem það var 2008 í sama mýri en ég sé ekki alveg skynsemina í því, satt að segja, út frá bara barnafjölda og öðru slíku en félagið auðvitað frjálst í þessu mati sínu. Hitt annað mál að íbúar hafa fyrir löngu síðan misst þolinmæðina gagnvart þessu máli. Því þarf að ljúka, það þarf að taka af skarið eða fram að fara upp eftir eða ekki. Þessi óvissa ekki góð og ég vonast til þess að það séu allir sammála það að nú þarf að höggva á hnútinn og segja af eða á. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur tekur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, góður borgarfulltrúar, við ræðum hér uppbyggingu íþróttamannvirkja í Grafarholti og Úlfarsárdal. Mál með langa fortíð, ef svo má segja. Þetta hefur verið ansi langur ferill frá því að skrifað var undir viljayfirlýsingu milli Reykjavíkurborgar annars vegar og Fram hins vegar árið 2004 að félagið tæki að sér að bjóða upp á íþróttaþjónustu á þessu nýja íbúahverfi á svæðinu í kringum Úlfarsfellið, Úlfarsárdal og Grafarholt. Og þetta hefur verið eins og borgarstjóri og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi kom inn á langur tími, mikil bið fyrir íbúana í hverfinu og svona verið löng tímabilin á milli þessu máli þar sem lítið sem ekkert hefur gerst. Fyrsta tímabili var einmitt eftir undirritun á þessari viljayfirlýsingu, þá líða rúm 4 ár þangað til hlutir fara að hreyfast og loks gengið frá samningi uppbygginguna sem var undirritaður reyndar á 100 ára afmælisdegi Fram 1. maí 2008. Nú örfáum mánuðum síðar hrynur bankakerfið með afleiðingum sem við þekkjum öll, tilheyrandi hruni á tekjustofnum borgarinnar og gjörbreyttar forsendur í kjölfarið á íbúabyggð og umfangi þess í hverfinu. Málið lá síðan í dvala meðan að unnið var á endurreisn á fjárhag borgarinnar, rétt eins og annarra sveitarfélaga og auðvitað ríkisins. Það síðan sumarið 2011 sem aðilar ná saman viðaukasamning sem kvað á að framkvæmdir eru settar í gang og síðan hefur verið framkvæmt þarna á svæðinu fyrir í kringum 600 milljónir í uppbyggingu á íþróttamannvirkjum á þessu svæði. Það auðvitað lykilatriði í þessu máli ef að menn velta fyrir sér stöðunni og hver hlutur félagsins að eins og borgarstjóri kom inn á fjárhagslegt umfang þessara uppbyggingar samkvæmt þeim samningsdrögum sem fyrirliggja núna meira, umtalsvert meira heldur en í gamla samningnum frá 2008, samtals 4,7 milljarðar á föstu verðlagi samanborið við rétt ríflega 4 milljarða ef við uppfærum fjárhæðina sem var í samningnum frá 2008. Það líka mikilvægt að halda til haga að aðilar borgin annars vegar og Fram hins vegar hafa unnið að ákveðnum breytingum á þessu samningsuppleggi frá 2008. Þar munar mestu þá ákvörðun sem mjög skynsamleg í alla staði að samnýta íþróttahús sem kveðið var á í gamla samningnum frá 2008 með skólastarfsemi, með sundlaug, með bókasafni og annarri frístunda- og menningarstarfsemi í stóru og veglegu mannvirki sem verður væntanlega eitt af veglegasta á landinu og þó víða væri leitað. Það má líka nefna að forsendur hafa breyst að öðru leyti og þá að ósk Fram að aðalleikvangurinn á svæðinu verði með gervigrasi og flóðljósum en ekki hefðbundnu grasi. Það kallar á ákveðnar breytingar á áhorfendasvæði vallarins eins og ágætlega rakið í minnisblaði samninganefndar borgarinnar. Annað dæmi breytingu á samningsupplegginu frá 2008
í þetta sinna ósk fram. Ég sé því ekki annað en að það sé ekkit það að ræða að menn fari tilbaka og uppfylli gamla samningin frá 2008. Forsendur hans hafa breyst og þróast í samstarfi beggja aðila. Forsendur íbúafjölda hafa líka breyst á tímabilinu vegna hrunsins og í tengslu við nýtt aðalskipulag eins og borgarstjóri fór vel yfir. En engu að síður reikna með mjög öflugri nærri 10.000 manna byggð á svæðinu sem að skapar félaginu allar forsendur til þess að sækja kröftulega fram á komandi árum og áratugum. Við höfum líka í huga eins og kom fram í máli Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa hér fyrir á fundinum að það eru áform, skipulagsáform það að fjölga íbúðum ríflega helming á þessu svæði. Það mikilvægt og ég vil leggja sérstaka áherslu á það að skyldur borgarinnar eru auðvitað fyrst og næstu íbúa borgarinnar, íbúana í báðum þessum hverfum sem að tengja starfsemi fram, bæði í Úlfarsárdalnum og Grafarholtinu sem hafa beðið lengi eftir uppbyggingu íþróttamannvirkja en sömuleiðis í gamla framhverfinu við Safamýri þar sem að lengi hefur verið beðið eftir því að óvissu yrði eitt framtíð íþróttastarfs í hverfinu. Forsvarsmenn félagsins hafa að sjálfsögðu sömu skyldum að gegna við sömu aðila og þeir þurfa líka að hafa í huga hagsmuni þessa félags til framtíðar. Fram rúmlega 100 ára gamall klúbbur með glæsta sögu, marga sigra í ýmsum íþróttagreinum og öflugt barna- og unglingastarfi áratuga skeið. Í mínum huga engin vafi á því að framtíð þessa félags býr í nýja hverfinu í Úlfarsárdalnum. Þar mikill meirihluti iðkendafélagsins í helstu greinum, undanfarin ár og miklir vaxta möguleikar. Það því mikill ábyrgðarhluti hjá forsvarsmönnum félagsins að bjóða íbúum í hverfunum tveimur upp á frekari tafir með því að vísa málinu í gerðardóm og ég vil, eins og aðrir hér í þessari umræðu, hvetja til þess að máli verði aftur sett í uppbyggilegan farveg þar sem að samningsaðilarnir einsetji sér að ljúka þessu mikilvæga máli í góðri sátt á þeim ágæta grunni sem báðir aðilar hafa lagt á undanförnum árum. Það eru allar forsendur til þess að klára þetta mál fljótt og vel á þeim grunni og setja þau mál sem á út af kunna standa í skýran lausnafarveg. Vilji allt sem þarf. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra og formanni skóla- og frístundaráðs fyrir þær upplýsingar sem þeir hafa gefið hér og umræðu þeirra málið. Ég vil nú segja að og hrósa borgarstjóra fyrir það að umræðan þetta mál hún miklu hófstilltari og mörgu leyti betri heldur en umræða var hér í upphafi fundar lóðamálin í Reykjavík þess að meðal annars komið inn á Úlfarsárdal og það kannski sýnir alvöru málsins. Það sýnir alvöru málsins og rauninni ákveðna hreigð þegar við hljótum að geta sameinast borgarfulltrúar að þetta mál skuli vera komið í hnút og hnút sem þarf auðvitað resklegast að vera höggvið á og ég hef bent ákveðna leið til þess. Það hafa þó engin lína var þó ekkert gefin út hvað það varðaði, mér heyrist að meirihlutin ætli ekki að fara að ráðum okkar varðandi það hvernig hægt að leysa málið. Það var fyrst og fremst stefna meirihlutan sem hefur komið í málinu þennan hnút sem það í og ég hræddur að ef meirihlutin ætlar ekki að breyta stefnu í þessu máli þá verði það mjög erfitt viðfangs eins og það reyndar orðið. En tek undir það sem bæði borgarstjóri og formaður skóla- og frístundaráðs kom með að þetta auðvitað mikil óviss upp í málinu og hún mjög óæskileg og slæm. Og allir flokkar sáu auðvitað þetta fyrir sér að þetta yrði öðruvísi. Hvernig staðið þessu máli og mjög slæmt að mál skuli vera í þessu standi, í þessu nýjasta hverfi borgarinnar, þar sem uppbygging ætti að vera alveg á fullu og meira en hún En borgarstjóri minntist á það, hann kom hér inn á og nefndi hér Miklubrautina, eða svona umferðaræðarnar að Úlfarsárdal
og nefndi það sem eru vissulega rök og hann leiddi þess skína að það skipti miklu máli varðandi skipulag dalsins með hvaða hætti það væri að menn hefði efasemdir að Miklubrautin, Nesbrautin og Vesturlandsvegur þá væntanlega líka að þessar aðflutningsæðar það getur borið í rauninni þá umferð sem myndi fylgja aukinni umferð í Ólafsárdal. Og ég vil þá bara nefna það sem var kannski aðeins komið inn á hérna fyrir á fundinum að sömu menn þá væntanlega óttast eða telja að það sé erfitt að byggja upp í dalnum vegna þess að umferðaræðnar þola ekki aukna umferð. Þetta eru sömu menn einmitt að tala borgarlínu, að tala að bættar almenningssamgöngur geti leyst ýmsan vanda og ég bara mörguleyti sammála þeim. Ég held að við sem sammála þeir í borgarstjórn að það sé æskilegt að byggja upp almenningssamgöngur og það geta leyst ýmsan vanda fyrir okkur. En við líka benda á það að það eru til leiðir til þess að leysa þennan vanda. Einhvern veginn var þessi vandi leystur þegar fyrri hverfi í borginni voru byggð. Ég man ekki til þess að menn hafi verið svo framkvæmdafælnir á sínum tíma þegar nýju hverfin voru byggð að menn teldu að umferðarvandinn yrði óyfirstíganlegur. Það vitum við að hann ekki. Það er hægt að bregðast við honum með ýmsum hætti. Það er hægt að bæta þess vegna akrinn við í Ártúnsbrekkunni á Vesturlandsvegi. Það er hægt að ef Sundabraut kemst í gagnið eins og menn eru farnir að tala aftur þá geti leyst vandann. Við höfum auðvitað ágjörð því hvernig umferðarmálin eru þá leyst í Grafarvogi varðandi Hallsveg, en það var rætt þá á sínum tíma að lausnin á Hallsvegi geti verið svo að leiða hann í stokk. Það má auðvitað ræða það. Nú, það er bara bent á að samgöngur er að breytast með hvort sem það er borgarlína með einhverjum öðrum hætti þá er því spáð að með snjalltækjavæðingunni þá muni samgöngur breytast og þetta svokallaða carpooling það muni stóraukast með nýrri tækni, almenningssamgöngur munu breytast, munu færa fólk lengra heim til sín og svo framvegis. Þannig að ég held að við höfum ekki verið hrædd við það. Ég held að tæknin og nýjar aðferðir leysi þessi samgönguvandamál fyrir okkur eins og þau hafa reyndir oft gert í fortíðinni. Og síðast en ekki síst má benda á það að með því að fjölga í þessu hverfi þá mun hverfið verða sjálfbært hvað varðar ýmsa þjónustu. Við borgarfulltrúar sem við komum þarna á fund, við fáum kvartanir frá íbúum yfir því að það sé ekki hverfið sé of lítið til þess að þar þrífist hárgreiðslustofur eða veitingahús og varla sjoppa sem þrýst þarna og svo framvegis. Auðvitað er það þannig að ef hverfið stækkar þá kemur hann margvísleg þjónusta. Þá minnkar þá dregur auðvitað úr því að íbúar þessara hverfa þurfa að keyra langar leiðir, þurfa að keyra á einkabíl sínum yfir í næstu hverfi, jafnvel vestur fyrir Elliðaár til þess að sækja fyrir þjónustu. Með því að færa þjónustunum til fólksins, þá er alveg auðvitað augljóst að hluti af þessum samgönguvanda mun leysast. Þetta ættum við að hafa í huga. En ég ætla ekki að bæta neitt svo sem við þessa umræðu, ég held að sé bara mjög hollt að við tökum hana hér í borgarstjórn. Þannig að fleiri, ég er ekki samninganefndinni en bara þannig að þetta verið rætt í borgarráð. Ég held að sé ljóst að gott fyrir alla borgarfulltrúa og þeir séu mjög vel upplýstir það hvað sé að gerast í þessu máli. Og enn sem fyrr skoraði bara á meirihlutann og alla samningsaðila að leggja allt sem þeir geta að mörkum til þess að það sé hægt að lenda þessum málum í samkomulagi á næstu vikum eða mánuðum. Það hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið að koma upp í andsvör. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég get ekki eiginlega orða bundist þegar borgarfulltrúin leggur þetta þannig upp að eina sem þurfa að breyta sé að Reykjavíkurborg skipta algjörlega sín í skipulagsmálum, þróun byggðar, umferðarmálum, umhverfismálum og svo framvegis. Og finnst hann býsna djarfur reyndar að standa hér upp í ræðustóli og tala fyrir hönd alls Sjálfstæðisflokksins. Þegar hann hvetur til þess að fólk komi nú borð í þessari afstöðu hans. Og ég hlýt þess að spyrja, hann þarna að tala í nafni oddvita Sjálfstæðisflokksins? Hann á sömu línu og Kjartan og Júlíus Vífill voru varðandi aðalskipulag Reykjavíkur hér á síðasta kjörtímabili? Borgarfulltrúi með umboð
annara borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem greiddu atkvæði með aðalskipulaginu og með því að minnka Úlfarsárdalinn, meðal annars borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur. Í hvers umboði talar borgarfulltrúinn þegar hann talar hversu auðveld og létt það að snúa við eitt stykki aðalskipulagi til að ljúka samningi við íþróttafélagið Fram? Þá hefur borgarstjóri lokið andsvörum sínum og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, kemur upp til að svara andsvörum. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, nú kannast ég betur við borgarstjórann, þá taktík sem hann er að beita þegar hann fær á sig mótlæti hér í sölum borgarstjórnar. Stefna Sjálfstæðisflokksins í þessu máli hefur bara, hún er mjög skýr. Það er alveg rétt að menn voru ekki alveg sammála afstöðunum til aðalskipulagsins á sínum tíma, en það að samþykkja aðalskipulag felur ekki í sér að maður samþykkja allt sem í því stendur. Ég man mögulegt til því að þeir borgarfulltrúar sem stóðu að samþykkt aðalskipulagsins, þeir gagnrýndu einstaka þætti í því, þeir voru ekki að samþykkja allt. Alveg með sama hætti og ég sem greiddi atkvæði gegn aðalskipulaginu tók fram á sínum tíma að ég var í sammála mörgum sem var í því. Aðalskipulagi tekur á mörg þúsund þáttum í skipulagi borgarinnar og það er aldrei svo að maður sé ósammála öllu í aðalskipulaginu eða sammála öllu í því. Og stefnan hefur verið mjög skýr, veit ég að minnst hvort þessu kjörtímabili hvað þetta varðar, að við fluttum það tillögu hérna í byrjun fundar, allir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, það að við vildum sjá fjölgun í hverfinu. Aðalskipulag eru með mikilvægt vinnugang fyrir okkur, en eðli málsins samkvæmt eru aðalskipulag. Þetta er fyrst og fremst bara, þetta er masterplan, þetta er áætlun í sjálfu sér. Masterplan, meistaraáætlun, eða aðaláætlun, getum við sagt. Og áætlanir, allar áætlanir, engin áætlun er svo fullkomin að hún sé ekki breytingum undirorpin. Og eins og hefur bara kemur í ljós reglulega þegar aðalskipulaginu er breytt. Aðalskipulagið skapar ákveðna heildarsýn, en það er ekki svo að það með ekki breyta því. Alveg eins og þegar núverandi borgarstjóri var formaður skipulagsnefndar, þá stóð hann fyrir skipulagningu hverfis í Úlfarsárdal og Grafarholti sem átti að hýsa held í 30.000 íbúa eitthvað svo. Og það var horfið frá því hefur verið breytt nokkru sinni síðar. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri var ekki að gefa fyrirheit það þegar hann sem formaður skipulagsnefndar barist fyrir 30.000 manna byggð á þessum stað, að það er bara þannig aldur og ævi. Hann fékk væntanlega einhverjar nýjar upplýsingar eða breytti sinni stefnu, þannig hann samþykkti nýjar tillögur sem fólu í sér færri íbúa. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvarir og borgarstjóri veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var nú tiltölulega einföld spurning. Talar borgarfulltrúinn í nafni alls Sjálfstæðisflokksins eða bara sjálf sín, talar hann í nafni oddvitans og annarra borgarfulltrúa sem hafa haft aðra sýn á skipulagsmál og aðalskipulag? Það er alveg hárrétt. Það var horfið frá 30.000 manna byggð í Úlfarsárdal á grundvelli gríðarlegra gagnasöfnunar og greiningar, meðal annars á áhrifum þeirra byggðar og umferðarsköpunar af þeirri byggð á nálæga hverfi og Miklubrautina og umhverfið og alls konar. Þetta var nákvæmlega það sem þessi 10 ára leiðangur í aðalskipulaginu meðal annars leiddi af sér. Og það naut stuðnings borgarfulltrúa þvert á flokka, nema tveggja ef ég man rétt, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem klöfus út. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Og nú Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, bara aðalkallinn og hann er bara fann að tala í nafni allra hinna. Gjörið svo vel. Og borgarstjóri lokið við að koma öðru sinni upp í andsvar og svarar andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er bara þannig, það er greinilegt að borgarstjóri fylgist ekki með fundinum. Fyrsta mál á dagskrá þessara fundar var tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að fjölga í þessum dal. Og þá fór reyndar borgarstjóri bara lagði mikið á sig til að þyrla upp moldviðri, kannski vegna þá voru fleiri fulltrúar fjölmiðla hér á staðnum en eru núna og fylgdist með fundinum, gerði allt þess að afvegaleiða umræðuna, en kom ekki með þessi rök þá. En nú er þetta síðasta, kannski með síðustu málum á dagskrá, þá allt í einu fer hann í þessi átök þrátt fyrir að skýr tillaga frá öllum Sjálfstæðisflokknum hafi legið fyrir máli upphæði fundar. En hann féllst á það
að það hefði á sínum tíma, mér minnir að það hefði verið til hans stjórn, þá var unnið að 30.000 manna byggð í Úlfarsárdal og það er alveg greinilegt að hann sem formaður skipulagsnefndar á þeim tíma, hann hefur bara ekki undirbúið þetta mál nógu vel. Ef hann gat á okkur tímapunkti, og það var alveg eftir í tekið á sínum tíma hvað hann reyndi að keyra málin hratt í gegnum skipulagsnefnd, þáverandi, fyrst hann gat unnið að 30.000 manna skipulagi þá og skiptum skoðun nokkrum árum síðar í ljósi gagna sem hefur borist, þá er bara greinilegt að þessi borgarfulltrúi sem hefur verið borgarfulltrúi nokkuð lengi, hann undirbjó bara ekki málið nógu vel. Hann er með þessum orðum sínum áðan, þá er hann bara að viðurkenna að hann hafi tekið raunni eftir hans mati kolranga ákvörðun sínum tíma og hann hefur þá bara ekki staðið sig væntanlega að afla gagna fyrst hann þurfti að snúa aftur með þessa ákvörðun nokkrum árum síðar. Það er sjaldgæft að fá slíka játningu frá þessu manni en ég held að þetta sé ekki einsdæmi. Ég held nefnilega að mörg mál hafi þessi maður keyrt í gegnum skipulagsnefnd á sínum tíma á svo miklu hraða og jafnvel offorsi að það stóðst ekki skoðun og borgaryfirvöld þurfti að bíta úr nálinni með það síðar. Þetta er ekki eina máli sem snýst það. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvara öðru sinni og borgarstjóri gerir stutta athugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn, mér hefur verið eignað ýmislegt en aldrei aðalskipulagið 2001-2024 sem var ákveðið hér áður en ég tók sæti í borgarstjórn. En þar var kveðið á 30.000 manna byggð í Úlfarsárdal. Það er alveg rétt og það var horfið frá því í aðalskipulaginu sem ég sannarlega tók þátt í að undirbúa og samþykkja. Ég tók eins vegar eftir því að borgarfulltrúinn svaraði engu spurningum mínum málflutning sinn og í hvers umboði hann talaði og ég skil það bara á þann eina hátt sem hægt er að skilja það. Og það er bara ágætt. Borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd og forseti leyfir Kjartani Magnússoni borgarfulltrúi einnig að gera stutta athugasemd. Nei, bíddu. Já, forseti góður borgarfulltrúar. Umboð og ekki umboð. Borgarstjóri reynir hér að sá einhverjum fræjum efasemda mitt umboð. Varðandi mál sem við eyddum 3 eða 4 klukkutímum að ræða í upphafi fundarins. Hann er að bera brigður á að ég sé að presentera með réttu stefnu Sjálfstæðisflokksins varðandi íbúafjölgun í Úlfarsárdal. Þetta mál var hérna til umræðu fyrsta mál á þessum fundi. Tók, ef ég man rétt, 3 klukkutíma og 40 mínútur að ræða. Og sú tillaga var frá öllum borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki að svara spurningunni. Var hún 30.000 manna byggð í Úlfarsárdal? Nei, þá voru að tala kannski 15.000 manna byggð. En það verður gaman að spyrja borgarstjórnum það á móti, fyrst þessi að hvernig gat hann sem formaður skipulagsnefndar, mér minnir að hann hafi verið það í 2 ár, hvernig gat hann unnið að þessu stóra máli sem var stærsta málið sem hann vann á þeim tíma, ef þetta var svona stór gallað, ef þetta var síðan ókleift, hann hefur greinilega ekki lægilega gagna á þeim tíma. Og hann gerði meira, ég man ekki betur, hann hafi svona persónulega komið að því að fá fram til þess að taka við þessu hlutverki í Grafarholti Úlfarsárdal. Þannig að það koma ýmis kurlið grafar og sjálfsagt að við skoðum fyrst að borgarstjóri beinir athygli að þessu. Þá skulum við bara skoða með hvaða hætti gögn voru lögð fyrir skipulagsnefnd á þessum tíma og með hvaða hætti ákvarðanir voru teknar. Sjálfsagt að rannsaka það. Það er stuttum athugasemdum lokið og næstur á mælendaskrá er Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Ég verið að vinna með þessu dúr. Ég kunni að klukka ekki. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, skjótt skipast veður í lofti, sagði einhver. Nú er það sem sagt komið á daginn hér og er lýst yfir á borgarfulltrúa Kjartan Magnússoni hér í ræðustól borgarstjórnar að mál sem að lagt er fram til að Sjálfstæðisflokksins til að mæta lóðaskorti í Reykjavíkurborg er í raun til komin vegna þess að það er talið að fjölga þurfi fólki í Úlfarsárdal fyrir íþróttafélagið Fram.
í raun og veru sagði borgarfulltrúinn þetta og þetta er þetta stórmerkilegt í raun og veru. Þetta er stórmerkilegt að borgarfulltrúinn skuli lýsa því hér yfir. Það var farin að læðast að mér einhvern veginn sá grunur af því að málflutningurinn varðandi þessa fjölgun í Ólafsárdal, hún var einhvern veginn pínlítið sérstakur. Þetta var hins vegar ágætis umræða að mörgu leyti, kom margt fram. En að það skuli raun og veru vera undirliggjandi ástæða að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vegna þess að vissulega lögðu þeir allir fram þá tillögu, þá þarf enginn að efast neitt umboðið því samhengi. Þeir sem sagt að reikna, þeir eru að keyra sína húsnæðisstefnu og sína umræðu lóðaskort til þess að mæta óbilgjörnum kröfum íþróttafélags. Ég bara á eiginlega ekki orð, sko. Ég nú ekkert alltaf orðlaus, sko. Og ég veit ekki hvernig maður á að taka svona upplýsingum. En svona er þetta. Það er greinilegt að hlutirnir eiga sér margar hliðar. En það var svo sem ágætt að þetta kom hér fram. En varðandi þessi samskipti við íþróttafélagið Fram, þá vona ég svo innilega að það sé hægt að leiða það mál farsællega til lykta án þess að þurfa að koma til þess að íbúar þurfa að bíða árum saman eftir að ágreiningur sem að er sprottinn til af því að ýtrustu kröfum íþróttafélags er ekki mætt að borgaryfirvöldum sem er að fara með almannafé. Íbúarnir þurfa ekki að bíða árum saman eftir almennilegri íþróttaaðstöðu og vona bara að allir samningsaðilar þeir reyni nú að slá aðeins af sínum kröfum og við finnum farsæla lausn á þessu. En já, mér er nokkuð brugðið. Já, þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið ræðu sinni og 3 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör. Fyrstur er borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Maður svona útúrsnúning á umræðu borgarstjórnarfundur, bæði í húsnæðismálunum og svo í þessu. Að sjálfsögðu þau mál sem eru lögð fyrir fund borgarstjórnar samþykkta borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hér var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon með einhverju umræðu stærð hverfisins, upphaflega hugmyndir og svo hvað væri heppileg stærð hverfis. Þið getur fundið ótal bókanir frá okkur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins það. Það sem við nefnum mikilvægi þess að hverfi sé að þeirri stærð að það sé almennileg þjónustar, hverfi standi undir þjónustu og hverfi standi undir íþróttastarfsemi. Við höfum svo oft bókað þetta. En þið standið hér grátklökk í ræðustól og lýsið því yfir hversu svakalegt þetta sé að borgarfulltrúinn hafi komið hér upp og hann sé bara að vinna fyrir íþróttafélagið. Ég segi nú bara, come on, slakið nú bara á. Ekki bara komin tími til að fara að koma sér heim. Þetta er bara að koma út í vitleysu hérna. Með fullri virðingu ágætu borgarfulltrúar. Ég fell ekki fyrir þessu leikrænum tilburðum. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi var nú bara að tala um þessi mál og nefna nokkuð sem við höfum margoft bókað mikilvægi þess að hverfi sé að þeirri stærð að það standi undir sem mestri og bestri þjónustu, hvort sem það er íþróttafélag eða annað. Það er Halldór Halldórsson lokið við að veita andsvar og næstur upp í andsvari Kjartan Magnússon borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, það var eins og við manni mælt þegar ég hrósaði fulltrúum meirihlutans hér áðan fyrir rauninni yfirvegaða umræðu. Þá komu bara tveir strax upp og hófu útusnúninga og Björn Blöndal, formaður borgarráðs og borgarfulltrúi, kom eitthvað upp og sagðist vera orðalaus. Nýtti reyndar alveg sinn tíma til að tala og hafði þá mörg orð um það hvað hann væri orðalaus og hvað sér væri brugðið og þetta eru bara leikrænir tilburðir. Og ég vil bara bera mig það sækir, það algjörlega rangt að ég hef komið hér upp áðan eða nokkur síðan og sagt að okkur bæri að fjölga þessu hverfi út af þá eingöngu hagsmunum fram. Það algjörlega rangt. Ég skal bara lesa hérna með leyfi forseta upp síðustu setningu í bókun sem við lögðum fram málið í borgarráði og við höfum oft lagt fram slíka bókanir áður. Þetta örugglega 10 skipti sem við höfum lagt fram mjög svipaða setningu í bókun. Og hún ljóðar svona: Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja því enn og aftur til að skipulag í Ólafsárdal verði endurskoðað og íbúum fjölgað með það að markmiði að þar skapist góð skilyrði til að reka blómlegt íþrótta- og félagsstarf og að hverfin Grafarholt og Ólafsárdalur verði sjálfbær hvað varðar fjölbreytilega þjónustu. Þetta nú mergurinn málsins. Auðvitað eigum að standa við samninga, hvort sem það gagnvart íþróttafélagi eða íbúum, en við höfum örugglega miklu oftar haldið því á lofti að okkur beri ekki síður að standa við samninga gagnvart íbúum. Því vegna lóðaskorts og uppboðsstefnu vinstri meirihlutans þá borguðu íbúar þarna í dalnum. Þeir borguðu sennilega hæsta lóðaverð sem nokkur sinni hefur verið borgað fyrir lóður í Reykjavík. Þeir borguðu þetta háa verð með ákveðna forsendur að það yrði ákveðin byggð í dalnum og síðan var bara gengið á bak þessar orða. Það ekki síður bara gagnvart íbúinu sem á að standa við þetta að þessi dýru lóður sem þeir keyptu að forsendurnar standist íbúabyggð og varðandi sjálfbærni hverfisins. Hitt svona mála þeir bjuggust við að þeir eru 30.000 manns. Þetta var lækkanir í 15.000 manns. Það var gert í sátt við íbúana undir forystu Sjálfstæðisflokksins. En sú breyting sem var síðan lögð til 2012-13 og gert á, hún er eins og menn vita ekki neinni sátt við hvorki við íbúasamtökin né íþróttafélagið. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á að þegar upplestu tilvitnana þá hefst á orðinu með leyfi forseta. Ég gleymdi. Ég sagði þetta leyfi forseta. Nei, þú glemdi því. Nei, spólum tilbaka, þetta kemur á netið. En næst upp í ansör Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Ég þarf að veðja 5.000 kalli að hann sagði það ekki. Forseti, borgarfulltrúar, það er nú ekki annað hægt heldur en að koma einn upp. Mér fannst mjög merkilegt hjá borgarfulltrúa Birni Blöndal að tala óbilgjarna kröfu íþróttafélags og síðan að snúa umræðinu lóðaúthlutanir borgarinnar og fjölgunarlóða í Úlfarsárdal eingöngu upp á þetta og vil vísa til meðal annars bókana sem hafa verið gerðar ítrekar af hálfu minnihlutans og meðal annars bókana sem var gerð í borgarráði 9. júní 2016. Það sem kemur skýrt fram að það þurfi að stækka hverfið meðal annars til að auka lóðaframboð í borginni, standa við samninga við kaupendur lóða, til að nýta innviðina betur, standa við samninga við knattspyrnufélagið Fram og svo framvegis. Þannig að það er talið upp ýmislegt, þannig að þessu umræðu þarf ekki að koma borgarfulltrúi Birni Blöndal á óvart. Og svo vil ég líka, því það hefur ekki komið fram, að Framsókn var ekki hér á síðasta kjörtímabili og tók þar af leiðandi ekki þátt í að samþykkja gildandi aðalskipulag, því að það er ítrekað vísað til þess að allir flokkar, það er að segja þá allir flokkar á síðasta kjörtímabili en ekki allir flokkar sem eru nú í borgarstjórn samþykktu það. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að koma upp í andsvör. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs í þessu. Andsvörin telst lokið og... Nei. Já, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon vill koma upp undir liðnu fundarsköp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara út af því að forseti átaldi mig fyrir að hér áðan að hafa farið hér með tilvitnun á þess að segja með leyfi forseta og þegar ég bar það að mér þá gömmuðu nokkrir borgarfulltrúar meirihlutans fram í og sögðu að víst að þið gleymt því og þetta bara sýnir því miður að það er ekki hlustað á ræður okkar minnihlutans í borgarstjórn. Ég fór að sjálfsögðu beint inn í bakherbergi ásamt starfsmanni skrifstofu borgarstjórnar
og lét spila segulbáti fyrir mig og að sjálfsögðu sagði ég með leyfi forseta. Nei, Og, ég var að hlusta. Reynda viðurkenni það, ég hef á tilfinningunni að það sé helst forsetinn sem hlusti á ræður okkar í minnihlutanum en þá þannig að hinni með að taka það til sín. En þetta er sem sagt svona. Forseti biðst auðmjúklega afsökunar ef að þetta er rétt, en við munum skera úr það síðar. Hér er sem sagt 7. liður á dagskrá. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir 5. lið, telst umræðum hann lokið.